Herðu Yngvi, tap hérna í kvöld í Borgarnesi. Þín fyrstu viðbrögð eftir þennan leik? Fyrstu viðbrögðin er bara nota tækifærið og óska mínu fyrra félagi bara til hamingju með flottan vetur og Finni og strákunum hans. Bara, þú veist, þeir sönnuðu það að þeir eru búin að vera besta liðið í vetur og gera það með stæl og bara Borgarnesi getur verið stoltir af sínum strákum. Og fyrstu viðbrögð, þú veist, þetta var bara leikur sem við auðvitað sýndum í fyrra áleika. Við ætlum ekkert að, þú veist, við ætlum að reyna að skemma sigurhátíðina en þeir voru á öðru máli og þannig fór sjóferð þá. Þannig að nú tökum við bara kött og síðan bara förum við beint í næstu viku. Það er bara úrslitakeppnin, Rokk og Ról er að byrja bara næstu viku. Þið eru með Blikana. Já, og eiginlega mistum heimaleikjaréttinn með þessu tapi, þeir unnu Snæfell og en fyrir okkur þá kannski skiptir ekki öllu máli út af því að við höfum verið, þú veist, eins og á móti Hamri núna í síðustu viku og lentum við í vandræðum að koma Hinriki og Gústa vestur í leiki. Þú veist, það var ekki flogið, eins kjánalegt eins og það hljómar. Þannig að þeir komast alltaf í útileikina, ég vona það og þú veist, það er bara Blikarnir auðvitað í svona kannski að búin að vera í ólgu sjó eftir þjálfaraskipti og annað en mér líst bara vel á það. Bara að lokum með stóra manni, svona, hvað má vænta hann svona? Er það svona bara 50-50 hvort hann? Ég held að sé 50-50, ég held að það séu helviti góða líkur en eins og ég hef sagt áður 60-40 kannski? Ef maður á því. En nei, sko málið er auðvitað með hann að við tökum enga áhættu á hans heilsu og hann veit það, við erum ekki að pressa á hann að koma og spila með okkur ef hann er ekki tilbúinn og við teljum hann ekki tilbúinn, en góðu fréttirnar það að hann sleit ekkert. Nú erum við bara í kapphlaupi við tímann að koma í lag, en ég geri frekar ráð fyrir heldur en hitt að vera að fara inn í úrslitakeppnina án hans og undirbúa liðið eftir því. Þó svo hann verði með, þá verður hann aldrei nema 50, 60, 70%. Þannig að góðu fréttirnar allavega það að hann sleit ekki neitt, þannig að við fögnum því. Yngvi, bara takk hérlega fyrir spjallið, gangi vel út í keppninni. Takk hérlega. Upp áfram.